Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hér hefur verið lögð rík áhersla á að skapa hlýlegan lífsgæða kjarna þar sem að íbúar taka þátt í daglegu starfi og félagslífi. Formleg vígsla þessa nýja, fallega og vel hannaða hjúkrunarheimilis Nesvalla er stór áfangi, kærkominn og gleðilegur. Þuríður Ingibjörg Elísdóttir, forstöðumaður Hrafnistu. Við erum stödd í nýju hjúkrunarheimili og sem opnaði hérna fyrir stuttu síðan. Hvernig er að vera komin hingað inn? Það er bara alveg dásamlegt að vera komin hingað inn, aðstæðurnar alveg frábærar og allur aðbúnaður fyrir íbúa og fyrir starfsfólk. Þannig að okkur létti mikið að vera komin með íbúa Hléváns, þar sem allir fá góðar aðstæður og hér erum við með til dæmis nýja salernis baðherbergi laust sem heitir Banó, þar sem að salernin eru rafdrifin upp og niður og snúningur og vaskar eru rafdrifnir. Þannig að við erum að fókusa á svona aðstæður þar sem fólk getur haft það mjög gott og líka getur haldið svona sinni sjálfsvirðingu og gert það sem það getur gert sjálft eins og hægt er. Hverjir koma eða fara inn á hjúkrunarheimili? Allir koma inn á hjúkrunarheimili sem eru með samþykkt færni og vistunarmat og gangast í gegnum umsóknarferli og það fer fyrir nefnd sem er svo samþykkt og þegar það er búið að samþykkja að þá fara þau á biðlista hjá okkur. Og þessi ferill, hefst hann hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eða einhvers annars staðar? Já, stundum er það þegar við fara í hvíldarinnlögn og geta svo jafnvel ekki útskrifast heim aftur eða þegar fólk er búið að vera lengi í heimahúsum og eru búin að fullnýta alla þjónustu sem er í boði á vegum bæði heimahjúkrunar eða félagsþjónustunnar að þá, og það dugar ekki til þess að sinna þeirra þörfum, að þá er gert þetta mat og farið í það ferli til þess að fá að fara á biðlista. Hvernig er svona, ef ég geti spurt því, hvernig er svona reynt að búa að fólki á hjúkrunarheimili? Koma allir sem þurfa á umönnun og aðstoð að halda og við erum að hjálpa þeim við allt það sem þau geta ekki sinnt sjálf. Varðandi bara athafnir daglegs lífs, það er að klæða sig og sturtuferðir eða baðferðir. Við erum með sjúkra- og iðjuþjálfun og sem er nýbúið að setja í endurhæfingarteymi og endurhæfingardeild. Þannig að við erum að reyna að búa eins vel að öllum og við getum með því að aðstoða við allt sem þau þurfa á að halda. Þú ert nýkomin hingað, eða ekki? Fluttur? Ég kom á laugardaginn var. Já. Já. Og hvernig er? Það er alveg dásamlegt. Þetta er alveg meiri háttar staður og allt viðmót, allt svo gott og snyrtilegt hérna. Og hefurðu nóg að gera á daginn? Já. Ég er að hlusta á sögu í hljóðvarpinu og leika kabal á meðan og svo er sjónvarpið. Já. Jú, svo lappar maður bara og það er svo svakalega fínn undirgangur hérna yfir í hinum megin, sko. Svona þess að þeirra vont veður þá notar maður það. Já. Hreyfir þið og tekur göngu yfir? Já. Og hvað, ertu ekki nýlega orðinn níræður? Jú, Já. nóvember. Já. Jú. Hvernig er að verða eldri? Það var ósköp notalegt bara þegar ég vaknaði daginn eftir, sko. Já, það var ekki mikið breyting. Nei. En þetta er í rauninni magna starf sem fer fram á hjúkrunarheimilum. En það ekki? Það er magna starf, allt sem snýraði okkur, sko, þetta er alveg fyrsta klassa. Já. Þetta er svona eins og að vera á hóteli eldra borgara? Já, það er það. Og er starfsfólki, Þuríður og kó, þetta er gott fólk? Já, þetta er alveg snilldar fólk, sko. Það vill allt fyrir maður gera og svo ítir maður bara takka og þá kemur það bara inn í herbergi til maður. Geturðu pantað? Já. Og kaffi og köku? Já.
Allt gert fyrir því. Já, allt í fínu. En notar svo ekki tíman og horfur á sjónvarpið og barnabarnið þetta syngja eða barnabörnin hér og þar? Jú. Og sonuðinn var nú verkefnisstjóri hérna, Sigurður? Heldur betur. Já. Nei, þú tengist þessu alls, var það klíka á fyrst að koma inn? Já. Ekki alveg, nei. Nei, þetta er góð staðsending þetta líka á hjúkrunarheimili. Já, alveg meiri háttar. Nei, þú getur hlaupið út í Netto. Stutt í búðinu. Já. Jú. Takk fyrir spjallið, kallar minn. Já. Nú voru íbúar á Hlévangi, gömlu hjúkrunarheimili í Keflavík, sem að koma allir hingað yfir. Hvernig gekk þetta svona fyrir sig? Þetta gekk ótrúlega vel. Við vorum búin að vera að undirbúa bæði flutninga frá Hlévangi með því að pakka niður dótið sem við ætlum að taka með okkur og leyfa aðstandendum að koma vikuna fyrir flutninga og gera alla íbúðirna klárar og það var yndislegur þessi kvöldtími að vorum við opið milli 6 og 10 af því að það var verið að vinna í húsinu. Þannig að við tókum bara tíma þegar fóru að róast og allir iðnaðarmenn fóru heim og þau voru að gera klárt og þannig að það var allt klárt þarna sunnudaginn 14. desember og þá bara borðuðu allir íbúar hádegismat á Hlévangi, svo byggðum við með flutningabíl fyrir utan og tókum borð og stóla því að öll skip voru fulla bílum fyrir jólin. Þannig að allur búnaðurinn okkar það var margur búnaður ekki að skila sér fyrir jól. Þannig að sem er búin að vera að tínast inn, en þegar við fluttum svo þetta tók 1,5 tíma. Og þá voru bara aðstandendur tóku virkan þátt, fluttu sína íbúa, þeir sem þurftu hjólastólabíl, að þá bara vorum við með að transportera á milli. Það var bara einstakt, eins og ég segi, við búum í flottu samfélagi þar sem allir hjálpast að. Það hljóta að vera mikil viðbrigði fyrir Hlévangsfólki sem búið að vera þar kannski mörg ár að koma yfir í splunku nýtt hjúkrunarheimili með allar bestu aðstæður, stærri herbergi og eða ekki? Jú, það var náttúrulega mikil viðbrigði fyrir þau. En það er líka að yfirgefa gamalt heimili sem þú ert búin að eiga heima á í lengri tíma og öllum leið svo vel á Hlévangi. Það var yndislegur andi og gott samfélag, þannig að það var líka svona söknuður í þeim. Það var ekki bara að yfirgefa það heimili, þú varst að fara í nýjar aðstæður og þannig að maður fann það alveg, þú veist, við erum enn að lenda og það tekur tíma að aðlagast breytingum en dásamlegt fyrir alla að fá þessar góðu aðstæður. Voru allir í sérherbergi á Hlévangi? Það voru allir í sérherbergi en það voru 6 rými í húsinu sem voru ekki með salernisaðstöðu eða sturtuaðstöðu. Þannig að þetta er svo yndislegt að við núna, allir Suðurnesjamenn hjá okkur, geta verið með eigið baðherbergi inni hjá sér. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum hlúa og búa að öllum sem að til okkar koma. Hvernig gengur svona daglegt líf fyrir sig hérna á nýja staðnum? Það er bara, við tökum daginn eins og hann kemur fyrir. Hér erum við að vinna með fólk og með fólki og við bara þurfum alltaf að vera á tánum gagnvart því að það er ekki hægt að vera með allt í föstum skorðum. En fólk náttúrulega vaknar á mótnana á mismunandi tímum og það er verið að koma fram úr og fá sér morgunmat og svo er sjúkra- og iðjuþjálfun og svo kemur hádegismatur og það er einhver virkni og svo er kaffitími þannig að þetta gengur svona matur, kaffi og hvíld á milli og endurhæfing og virkni. Og mér er svo dásamlegt með endurhæfingardeildarnar hvað þær eru að bæta gæðum við lífið. Að hafa eitthvað fyrir stafni, að það skiptir svo miklu máli fyrir þetta fólk. Hvernig er með það, þess að tómstundir og eitthvað hreyfing og félagsstarf? Já, við erum með iðjuþjálfa og nokkra, ótrúlega gaman hvað iðjuþjálfarnir laðast að okkur og þær halda utan svona virkni og bara til gamans að geta að þá er bara bingo, gríðarleg virkni fyrir fólk að því þú ert bæði að þjálfa hugan og hreyfingar, svona fínhreyfingar, en svo er rosalega margt í boði, þú veist, sem að þær eru með, það er verið að heitir bakstrar og handa- og fótahjól og víbringsbretti og þrýstingsstígvél og það er svo fjölbreytt og eiginlega hvað hentar hverjum á einum, þannig að það er svona verið að einstaklingsmiða. Alla svona virkni og við erum með aðstöðu á 3. hæðinni fyrir endurhæfingardeildin okkar. Hvað með svona líðan íbúanna, til dæmis andleg líðan, er eitthvað hugað að því? Já, og við erum að leggja meiri áherslu á
andlega og félagslega líðan eldri borgara, íbúan okkar, að því að í þjónustukönnunum kom fram að margir væru að upplifa einmanaleika og þá vorum við að hugsa hvernig getum við bætt úr því og við vorum einmitt bara að innleiða núna hjá okkur öllum hrafnustu heimilunum svona símalaus heimili. Ekki það að við séum að banna starfsfólki verið í símanum, heldur að takmarka tímann og þá áttu ykkur höfn ef þú þarft að sinna einkaerindum en að þú nýtir tímann til félagslegra samskipta við íbúana þegar það koma svona rólegri stundir inn á milli verkana. Og það erum við bara með áherslu á núna. Eins og helgar að hafa þá svona tónleika í sjónvarpinu og sitja með þeim, horfa á einhverja skemmtilega þætti en að efla alla þessa félagslegu virkni að því við sjáum að það eflir og eykur þeirra lífsgæði. Hvernig gengur að manna svona starfsemi? Það kom mér eiginlega óvart að því að það var kannski það sem ég held að yrði mesta áskorun að manna. Það gríðarlegt atvinnuleysi á Suðurnesjum og ég var hissa að við náðum að manna. Það að vísu ekki hjúkrunarfræðingar lausir víða og við erum bara að finna lausnir með að nýta sjúkraliða sem við eigum til að standa vaktstjóra og við eigum ótrúlega flottan hóp af fagfólki en það mætti vera fleiri hjúkrunarfræðingar held ég á okkar svæði. Að ég held að sé heilt yfir í heilbrigðisþjónustunni hérna á Suðurnesjum sem að okkur vantar fleiri hjúkrunarfræðinga. Það ekki náttúrulega allt land nánast? Jú, það allt land. Og maður sér það verið að ráða til starfa erlenda hjúkrunarfræðinga sem við þurfum svo bara að þjálfa upp og þannig að við erum bara kannski komin í sambærilegt ferli og aðrir. Það kom fram hér við formlega opnun að það væri farið að huga að fleiri þáttum sem að hafði kannski verið vanræktur eins og bara tannlækningar, umhugað að tannheilsu. Já. Tannheilsa allra skiptir gríðarlega miklu máli og sérstaklega hjá íbúum og eldra fólki, það eru margir að taka ýmiss konar lyf og lyf geta valdið því að það kemur munnþurrkur og annað og þá geta tennurnar verið útsettar. Það oftar í dag að einstaklingar eru með sínar eigin tennur. Það var meira það í gamla daga að það voru lausir gómar sem varst auðveldar að fá að þrífa. En núna erum við stundum í baráttu við einstaklingar með heilabilun sem upplifa þetta kannski ekki á notalegan hátt að láta busta. Þannig að ég rosalega þakklátt fyrir tannlæknana hér á okkar svæði sem eru tilbúin að koma inn á heimilin og hjálpa okkur með að finna lausnir. En þetta svona meira mál og verður í framtíðinni heldur en var. En ég væri svo sannarlega ef að ríkið myndi setja fjármagn í að meira rými að við værum með aðstöðu fyrir tannlækna eða nálagt heimilinu. Eins og í þjónustumiðstöð hérna hjá Reykjanesbæ að við hefðum aðgang. En þau koma alltaf og sinna íbúanum hér eins og þau geta en stundum þurfum við að senda þau til þeirra og þá með hjólastól og bíl. En mann finnst svo gott að við getum verið með þjónustuna nálagt þeim. Það skiptir svo miklu máli. Hvað með samstarf við eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þið í tengslum við lækna eða slíkt þar? Já, við erum með læknisþjónustu frá Heilsuvernd á höfuðborgarsvæðinu og fáum lækna í hús til okkar 4 sinnum í viku. Við erum með bakvaktir allan sólarhringinn líka, en svo rosalega gott að búa á svona svæði eins og við búum á þar sem við erum með Heilbrigðisstofnun Suðurnesja bara rétt hjá okkur og ef einhver þarf á aðstoð að halda þá getum við alltaf sendt á bráðamóttöku og annað. En mér svo þakklátt fyrir þessa miklu tengingar hér. Það allt miklu auðveldara heldur en á höfuðborgarsvæðinu þar sem við erum bara með stuttar boðleiðir og hér eru þekkjast allir. Þannig að það mjög einfalt að nýta sér allt sem við þurfum á að halda og fá aðstoð. Hverjar eru helstu áskoranirnar í starfseminni? Það getur verið bara náttúrulega miklar áskoranir í svona stærðinni að þjálfa starfsfólk upp og gera það vel. Það líka áskoranir bara að geta hlúð vel að fjölskyldum. Þetta mikil fjölskylduhjúkrun og það skiptir ótrúlega miklu og svo dýrmætt að við getum átt ofsalega góð og uppbyggjandi samskipti og samvinnu því hér eru allir að huga að því að einstaklingum líði sem best þennan tíma sem hann dvelur hjá okkur. Það eru líka náttúrulega áskoranir í
maður sér bara margir eru að koma til okkar með heilabilun og að geta sinnt því vel og því það er engin töfralausn, heldur bara að finna lausnir til þess að öllum líði vel. Það skiptir miklu máli. En mönnunarmálin, eins og ég segi, maður náttúrulega alltaf hræddur þau, en ég er þakklát fyrir að við náðum að manna. Nú eruð komið með kjarna sem eru í rauninni 2 hjúkrunarheimili, getur við sagt, eða er þetta eitt með 3 deildum? Eða? Já, þetta er 1 hjúkrunarheimili með 3 deildum. Og þið eru hvað mörg? Hvað eru margir íbúar? 140 íbúar. Já, og er orðið fullt? Það verður í lok vikunar komið 140 íbúa. Og við erum með 3 deildar, ein í eldra húsnæðinu sem er við Njarðarvelli 2, það eru 60 íbúar og heitir Vík. Þar erum við 6 einingar sem enda allar á Vík. Og svo erum við með 2 deildar í húsi. Það voru fyrstu og annarri hæðin eru Nes og það er Keilisnes og Hvalsnes og Stafnes og Hópsnes. Og svo erum við með fellin upp á 3. og 4. Hagafell, Lyngfell, Skógfell og Stapafell. Við ætlum að halda svona tengingu Suðurnesja hér innandyra. Og hvernig er einhver munur í rauninni á, getur við sagt, eldri deildinni við Njarðarvelli, sem er hinum megin við þetta húsnæði, þannig að það eru nýjungar núna í þessu heimili sem að snúa inn að til dæmis að salernum sem er ekki á hinastafnum. Já. Og það þetta þróun sem á sér stað. Já, þetta er þróun sem við sjáum bara. Baðherbergislausnin er algjörlega sniðin að og baðherbergislausnin sem er alveg ótrúlega flott. Hún er ekki á eldra heimilinu og svo er það lyftubrautin sem eru líka með á nýja heimilinu, að þá er lyftubraut sem fer þú getur farið allt herbergið á einni braut. En á eldri deildinni að þá er bara braut sem er þvert yfir herbergið, þannig að þú kemst ekki inn á salerni til dæmis að þú þarft á loftlyftar að halda. Þannig að það er töluverð munur. Eldra heimilið er 35 fermetra cirka herbergið en 28 fermetrar hér sem er í raun og veru alveg nóg. Þannig að það er svona helsti munurinn. Hvað með biðlista? Það er einhvern veginn við erum búin að vera nokkuð lengi í okkar starfi hér hjá Víkurheitum og maður man ekki eftir öðru en að það hefur verið biðlisti eftir að komast inn á dvalarheimili aldraðra eða hjúkrunarheimili. Hvernig er staðan í dag? Biðlistarnir jukust svakalega okkar svæði þegar að Grindavíkin fór. Og þá fengu Grindvíkingar forgang í rými þar sem þeir óskuðu eftir og þá sá maður stórt stökk á biðlistanum inn til okkar. Og þó að við séum að opna 59 rými núna, að þá verður ennþá biðlisti. Og kannski gæti hann haldist eitthvað í horfinu ef að sjúkrahúsið er að taka í hvíldarinnlagnir og getur fólk kannski verið lengur heima, en það verður áfram biðlisti. Þannig að þetta var fólk sem voru íbúar í Víðihlíð, hjúkrunarheimilinu í Grindavík. Já, sem komu í plásin og líka eins sem voru að nýta sér félagsþjónustuna og gátu í raun og veru átt ekki heimili og þeir voru líka að koma inn á þessum tíma. Þannig að það var töluverður hópur sem kom frá Grindavík. Þannig að verður alltaf biðlisti? Það verður alltaf biðlisti. Bara spurning hversu hann er langur, en okkur langar náttúrulega að hafa biðlistan þannig að fólk þurfa ekki að vera að bíða of lengi og jafnvel að fólk verði það veikburða þegar kemur til okkar að það ná ekki að nýta sér þessa þjónustu sem við erum í boði eins og sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun, að stundum finnst manni fólk vera að koma ansi veikburð og búa að bíða kannski ár eða meira. Þannig að vonandi getum við stytt þennan biðtíma. Þannig finnst þér íbúarnir eru þeir ánægðir sem eru komnir? Já, mér finnst þeir bara mjög ánægðir og mér fannst svo dásamlegt. Ég var að labba eftir einu deildinni núna daginn og þá heyri ég einn íbúinu með gesti og er einmitt að segja og uppfræða þægindin í herbygginu og þar á meðal salernislausnina. Að það væri snúningur á salerninu og hægt að hækka og lækka bæði salerni og vask. Þannig að maður heyrði bara gleðina í íbúanum. Það var dásamlegt. En hvernig er það með hjúkrunarheimili? Það er ekki sjálfgefið að hér sé bara fólk frá Suðurnesjum þó að hjúkrunarheimili sé staðsett hér. Nei, fólk getur sótt hvar sem er á landinu, þannig eru reglurnar.
En maður sér, og það einstaka skipti sem að kemur einhver þá að koma heim, tilbaka á Suðurnesin. Já, það möguleiki að íbúi frá Suðurnesjum sem kannski á hjúkrunarheimili lengst annars staðar út á landi, að það geti komið hingað? Já. Og það er alveg dæmi það. En flest allir að koma hérna af Suðurnesjasvæðinu. Hvernig, það var alltaf mikil áskorun þegar að vera að byggja og svona ef við förum aðeins í það tók svolítið tíma eða ekki, eða var þetta bara gekk þetta vel? Sko, manni finnst allt taka tíma einhvern veginn þegar maður að bíða, en þetta ferli hefur samt gengið ótrúlega vel og þessi síðustu mánuðir í húsinu sem við erum búin að vera að flytja upp á efri hæðarnar og hinar ekki alveg tilbúnar, að þetta búið að vera ótrúlega dýrmæt reynsla fyrir okkur öll. Og ég held að við lærum betur á húsið og lærðum fljótar á húsið með að við að flytja inn í það þannig og taka þetta svona í áföngum í notkun. En þetta ótrúlega dýrmætur tími og mér finnst þetta hafa gengið bara mjög vel. Og fyrstu íbúðarnir fluttu inn fyrir jól? Já, 14. desember. Já. Og varst á hlaupum? Já, það var allir á hlaupum. Þetta búið að vera svona eins og vertíð hjá okkur að koma þessi í gang og undirbúa allt saman. Og svo vorum við líka með hlefanginn sem við erum búin að vera að ganga frá og skila af okkur. Þannig að þetta búið að vera hlaup en ótrúlega skemmtileg hlaupa því að við hittum svo mikið af fólki, kynnum svo mikið af aðstandendum og erum núna að taka á móti fullt af nýjum íbúum með sína dýrmætu sögu og reynslu á bakinu sem svo dýrmætt fyrir okkur að kynnast. Þetta náttúrulega mikil viðbót fyrir svæðið, Suðurnesin, Reykjanesbæ og nágrenni. Mér finnst þetta bara ótrúlega flott og að Reykjanesbæ hafi farið í þessar framkvæmdir bara til fyrirmyndar og í öllu sem þeir hafa verið að styðja okkur í gegnum þetta og fá að taka þátt í þessu öllu með þeim. Og þeir tilbúnir að innleiða baðherbergislausnina frá Bano og fylgjast með öllu því sem við höfum verið að leggja til að það er frábær samvinna allra aðila finnst mér á Suðurnesjum. Svona, þú ert búin að vera, hvað ertu búin að vera lengi við störf, ekki bara í nýja húsnæðinu, hvað ertu búin að vera lengi? Ég byrjaði á Garðvangi 1999 og þá var ég bara að læra hjúkrun. Ég ætlaði svo sem aldrei að fara kannski í þetta en ég bara heillaðist af öldrunar hjúkrun og hér ég enn. Og ég hef ofta á leiðinni kannski verið þreytt og hugsa hvað væri það sem myndi næra mig mest eða veita mér þennan eldmóð í starfi og ég bara kemst alltaf að sömu niðurstöðu að eldri borgararnir eru bara mitt fólk og ég nýt þess bara að sinna þeim alla daga. En hafandi þá verið í kringu þetta í aldarfjórðung, þú nú byrjað ung, hvað kemur upp í hugan ef að ég spyrði þig, er eitthvað sem að þér finnst að vanta í þjónustuna? Eitthvað sem þú myndir vilja hafa sem ekki? Ég myndi alveg vilja auki fjármagn til þjónustunar og því að við viljum alltaf sinna öllu eins vel og við getum og við erum náttúrulega bara á daggjöldum frá ríkinu sem að duga skammt því að okkur langar að gera oft meira og betur en við erum að gera það besta fyrir það fjármagn sem við fáum af því að maður er alltaf að hugsa þessa félagslegu þjónustu, andlegu líðan að geta sinnt öllu mjög vel þannig að ég væri alveg til í að fá meira búst frá fjármagni. Og hvernig myndir þú nota þá peninga? Ég held að við getum gert margt með þetta félagslega og þó við séum að bæta í núna og reyna að finna lausnir en þá held ég að það myndi skila sér í auknum lífsgæðum til íbúan okkar. Hvað er það sem er mest gefandi við þetta í þessu starfi? Sko að gefa af sér er rosalega dýrmætt og að fá þakklæti frá fólkinu að sjá brosin og finna lausnir og að það er alveg einstök líðan og mér finnst oft þegar maður er orðinn þreyttur og lúinn ef ég fer bara og sest með fólkinu og spjalla þá kemur einhvern veginn bara orkan í mann, þessi gleði og bara sitja með þeim og upplifa og fá að hlusta og bara sögu þeirra og hvernig þau hafa gengið í gegnum lífið og svona þetta er ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við getum lært svo mikið af þeim.
Þetta fólk sem aldist upp í ýmislegt og ekki svona góðar aðstæður eins og við. En mér finnst þetta ótrúlega dýrmætt við starfið. Fyrir utan að vera með öllu þessi samstarfsfólki, frábæra fólki sem í kringum hann alla daga. Nesvellir eru svona upphaf að svona, hvað getur við kallað, eldri borgara athvarfi hér. Svona lífsgæðakjarni. Já, inn í Njarðvík og hófst fyrir, cirka 20 árum síðan. Og finnst þér það hafa tekist vel einhvern veginn, hvernig það bara búið að stækka, búið að bætast við 2 hjúkrunarheimili og miðað við það, og svo eru íbúðir aldraðra fólk sem ekki komið inn á hjúkrunarheimili. Finnst þér þetta ertu ánægð með þennan kjarna? Já, ég mjög ánægð, því þetta eins og við viljum sjá það. Þarna fólk í bæði leiguíbúðum eða einkaíbúðum í kringum þjónustu miðstöð sem Reykjanesbær með og dagvistunina. Og þá getur fólki sem í íbúðunum í kring verið að sækja þjónustu inn í þjónustukjarnan og svo erum við með hjúkrunarheimilin í kring. Margir makar búa í húsunum og geta verið með innangengt á milli sem rosalega dýrmætt. Og þetta stutt svona að fara og það svo mikil tenging. Það eru mjög margir að koma til okkar núna úr húsunum í kring. Og þetta þá fólk sem bæði við þekkjum og þau þekkja okkur og það auðveldari skref að fara því að það oft ekkert auðvelt að fara á hjúkrunarheimili. Þannig að fólk búið að fá smá undirbúning. Já, og færist svona milli þjónustustiga. Já. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega vel heppnað og stuttið mitt í verslunarkjarna við hliðina. Þannig að mér finnst þetta rosalega vel heppnað og íbúðirnar allt í kring virkilega vel staðsett. Þannig að mér finnst þetta mjög flott. Og nú næsta skref hjúkrunarheimili á Ásbrú. Já. Hvernig líst þér á það? Ég held að við þurfum að bæta í og fjölga rýmum fyrir Suðurnesjabúa og ég fagna bara allri uppbyggingu og góðri samvinnu við alla aðila. Þannig ég bara fagna því að við erum að fá fleiri pláss fyrir fólki okkar í okkar sveitarfélagi og Suðurnesjunum öllum. Þura, það var smá fjör við opnunina og synir Rúna Júl voru að spila og sungu náttúrulega lag sem að þú hefði beðið á að spila. Það var fólk eins og þig sem að lýsir náttúrulega mjög vel starfseminni En ég þykist vita að þú eigir eitthvað sögu sem að geti tengst þessu. Já, ég bara verið allatíð þótt rosa vænt þetta lag og við erum með þetta á eldra heimilinu og vorum með þetta á Hlévangi og við vorum með textan, það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig á veggunum. Og þú veist, þetta minnir mann alltaf á, þú veist, fyrir hvað við stöndum og hvað við erum að gera. Svo var svo dásamlegt að helgina var ég að vinna og búin að vera með einstaklinga með heilabilun og vera að reyna að hlúa og hjálpa fólki að aðlagast hjá okkur. Og þegar við borðum saman á sunnudaginn að þá sagði hann þessa yndislega orð. Það þarf svona yndislega konu eins og þig til að hugsa menn eins og mig. Og þetta veitir mann svo ótrúlega hlýtt í hjarta. Og þetta svona sigurlaunin fyrir að vera í svona hjúkrunarstörfum. Að fá svona falleg orð. Orða sönnu hjá honum. Já, vonandi. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig frá Hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal frá Hallormsstaðarskógi inn í fagra Skorradal þarf fólk eins og þig fyrir fólk. Hvernig upplifir þú svona líðan fólks með það að það að taka lokakaflann í lífinu á hjúkrunarheimili, það vita það allir, en svona og fólk í dag kannski búið að lifa tímana tvenna eins og þú nefnir. Fólk ánægt og líður því vel? Já, við erum með við erum með endan á lífinu eins og ljósmæðarnar erum við upphaflífs. Og það okkar hlutverk á hjúkrunarheimilunum að gera þetta eins fallegt og líknin eins fallega og ljósmæðarnar gera þessi kraftaverk þegar börnin fæðast. Og maður finnur að margir segja ég hef lifað lengi og ég tilbúin þegar kallið kemur. En það skiptir svo miklu máli að allir séu með þessa sátt
og tilbúnir að fara þegar við förum og þegar okkar tími kemur. En þetta skiptir svo miklu máli að við gerum þetta fallega eins og þegar börnin fæðast í lífinu. Sinna því vel. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það fjölbreytt efni á vef vikufrétta.vf.is. Verið sæl.